Já, til að átta sig á því hvað er að gerast þegar að leggsnúningur á sér stað, þá getur það komið sér vel að hugsa hlutina á frekar einfaldan hátt. Og dæmi um það er þá að hugsa kindina sem eitt rör og legið sem annar rör inn í kindinni. Og það er þá rauninni bara rörið hérna er þá kindin og svo minna rörið innra er þá legið. Og það sem gerist þá þegar leggsnúningur á sér stað er náttúrulega eins og orðið segir til að innra rörið það snýst. Og við sjáum á þessu líkani hérna að það eru teygjur, það er hérna og hérna megin sem er að tákna rauninni liðböndin sem styðja við legið og tengja það við líkamann á kindinni. Og það sem gerist til dæmis eitt af því sem gerist þegar að leggsnúningur á sér stað er að það annaðhvort teygist eða slaknar á þessum liðböndum eftir því hvoru megin þeir eru. Og segjum sem svo að ef þetta sjónarhorn af rörin sé aftan á kindina og segjum sem svo að legið snúist til hægri, að þá teygist á liðbandinu hérna hægra megin, við sjáum aftan á, og slaknar á liðböndunum vinstra megin. Og það gerist til dæmis oft, sérstaklega þegar maður er að skoða þetta á kúm sem eru náttúrulega stærri og þá er hægt að setja hendina inn í endaþarmsopið sem er þarna fyrir ofan. Að það gerist þegar maður setur hendina þar inn og fer að þreifa á leghálsinum er það að maður finnur að maður kemur hendinni ekki, eða kemur henni undir fyrirgefið þar sem maður er teygt á liðböndunum af því að þau taka henni ekki á móti manni fyrir en maður er komin alveg beint undir legið. En aftur á móti hinum megin þá vinstra megin í þessu tilfelli þá lendir maður miklu fyrr á þeim af því að þau eru bara miklu ofar. Þannig að það er svona ein vísbending að leggsnúningur á sér stað. Og svo annað sem er þá hægt að finna það þegar maður fer inn í rörið sjálft, eða inn í legið sem er þá innra rörið. Það er að tilfinningin að vera þarna inni er eins og að vera inn í hlaupi á riffli ef einhver vita hvernig það er í forminu að innan. Þetta er svona spíral eða rifflur sem er spírallaga, þannig að maður finnur maður fer inn að þá eiginlega leiðir og fyrir alltaf lengri inn þá leiðir legið mann í að snúa hendinni. Og að lokum má þá til þess að hjálpa til að átta sig á til dæmis ef á að reyna að vinda ofan af leginu, eins og stundum er gert á til dæmis með að velta kindinni eða reyna að halda við legið, að þá þarf maður náttúrulega að hugsa þannig til að átta sig í hvora áttina er snúið, að segjum sem svo að við áttum okkur því að legið er snúið til hægri. Það væri þá að maður færi inn að fellingarnar eða rifflurnar í skeiðinni væri þá að snúa hendina á manni til hægri, að þá þarf til að vinda ofan að því, þá þarf kindin sjálf að snúast til hægri til þess að vinda ofan af leginu. Við veltum þessu bara fyrir okkur aftur, að hérna er slakt og rétt leg og svo snýst upp á það til hægri og það er mjög teygt hérna á liðböndunum hérna megin, liðböndin vinstra megin og alveg sultu slögg, og til að vinda ofan að því þarf þá leið að verða kjurt og kindin þarf að velta sömuleiðis til hægri. Það er rauninni elta snúningin. Já, og eitt sem er náttúrulega hægt að gera er þegar kindinni er snúið þá yfirleitt liggur hún á hliðinni, við gefum okkur það að hún liggi á hliðinni og bóndinn finnur að
Það er snúið upp á legið og við skulum þá bara ímynda okkur þannig að þessi hlið hérna niðri, þetta er bara hliðin á kindinni, þannig að hún liggur hérna og það er snúið upp á legið hérna til hægri. Þá þarf í rauninni að fara inn í legið, halda við það og svo kemur einhver annar og veltir kindinni yfir hrygginn og á hina hliðina. Já, til að reyna að útskýra aðeins nánar hvað ég átti við þegar ég var að lýsa því að það er legið snúið og tilfinningin að setja hendin inn er eins og byssuhlaupi og riffli, svona rifflaðar rákir eða fellingar, þá er hægt allan að reyna að útskýra þannig með þessum leikmun hér að ef við segjum að þetta sé leg sem er ekki snúið en þegar það snýst upp á það þá koma þessar rifflur í skeiðina. En útskýra sem þetta þá var cirka eðlilegt og svo ef það snýst upp á það þá byrjar það að verða svona, þannig að þetta er tilfinningin er henni formið á skeiðinni sem maður finnur þegar það er snúið upp á legið. Það er að þessar fellingar myndast og fara í svona spíral inn eftir og þá á til dæmis í þessu tilfelli er þá legið snúið til hægri og þá ættu þessar fellingar að stýra manni þannig áfram að eftir þess að fyrir lengra þá snýst upp á hendina til hægri eða réttsalis. Já, til þess að sýna samhengi milli þess að snúa kindinni til þess að snúa ofan af leginu, má segja að ef við snúum hérna upp á legið og það lítur svona út og ytra rörið sem ég held utanum er þá kindin og ef að henni er þá snúið til hægri eða réttsalis, rauninni bara eldir legið, þá er að vindast ofan að því. Það þarf að hafa pláss í þessa átt. Við þurfum að efta legið. Það er... Erum við að byrja að þú sitja á hliðina? Já, að þessa legið. Það er svona aftur. Ég sýn það líka núna. Það er að útskýra það sem þegar ég fer inn með hendina þá fer höndin mín til hægri þar sem það er snúið til hægri og við eftum svo að segja legið núna á meðan við erum að velta kindinni og ég reyna að halda leginn í kurr. Það er einnig það sem það að passa vel, þannig að ég er að sperra svo að segja hendurnar eða höndina þannig að það verður fast. Það er tilraunin núna og já, núna má byrja að gera sjá hvað gerist.
meira inni. Ok. Hún er með 2 fingrum inni. Já, best að hætta bara áfram. Það er fast, komast hjálpar inn með. Já. Settu undir hana rappinu. Já. Við erum sem sagt alveg 2 fingrum. Settu hana undir hérna. Svo móti. Já, það er það. Ná. Og áfram. Aðeins það þarf að reyna að koma vinnufingrum sem er eftir einn. Gott. Ná, núna, já, hætta áfram. Þetta líka aftur einu. Þarna, mjög gott. Komum við, aðeins að hýða. 8. Lampið, já, já. Okay. Þetta er frábært. Ég held þessi komin æðið inn nafnu. Já, ég held þessi fínt. Já, núna bara hægt niður og svo bara hafa hana erfiða. Aktífað. Já, alveg niður. Lampið liggur, en það besta er að gera eitthvað í fyrstu svona 10-15 mínútur þannig að leiði getur jafnað sig. Það sem vegurinn er mjög viðkvæmur eftir snúninginn og reyna strax að taka lampið út, það er það hljóðuna. Það er þetta að því. Jæja, góða kvöldið. Það var verið að biðja um að reyna að gera vídeó alveg þegar rolla er með snúið legg. Ég var að skoða þessa kind hérna, hún er með snúið legg og það er oft sem að þær liggja svona með fótinn út jafnvel og eru svona komnar í stöðu til þess að fara að bera og það gerist ekkert. Þá er það merkið að maður þarf að fara að skoða þær og þessi með snúið legg. Ég ætla að reyna að rétta úr því einn hérna á næturvakt. Sjáum til hvernig það tekst. Þetta er ekki mjög snúið sko. Alls ekki. Þá er það sem maður þarf að gera fyrst. Það er að átta sig á því hvoru megin er snúið og það er hérna megin. Hvoru megin maður þarf að snúa rollunni og það er strekt sko hér. Hérna megin er strekt. Það er líka að hún sé meira snúið núna en var áðan. Meiri strekking. Jæja. Þá er það sem, strekkingin er hérna vinstra megin, þá fer ég snúinni til vinstri. Komin inn, við komum með vísifingur og þumal. Eða svona hef svona tak með þumlinum og vísifingri. Þá ætla ég að reyna að snúa inn. Ætla hann að reyna að láta það sjást á myndarinn. Legg hérna niður. Niður. Opna hérna þannig að það er nóg pláss. Reyna að halda hendinni stöðugri.
fór allt að koma úr henni hérna. Ég þyrfti aðeins taka senna hálfa hringi viðbót. Líklega. Ég hef sagt alveg við að vera komin inn. Alveg við að vera komin inn, sko. Þetta er alltaf það. Ég finn fyrir lömbunum núna. Þau eru á hvolfi, sko. Þau eru á hvolfi, þannig að það er svona hálfur hringur. Þyrfti að taka hálfan hring í viðbót, sko. Sem betur fyrir er þetta vinstra megin, það er svona... Ég er nú örfættur. Vinslega það er svona snúa það þannig. En það er náttúrulega miklu betur að hafa mann með sér. Ég veit ekki að fara að vekja fólk til þess. Svona já. Nú erum við bara að vera góðir, sko. Nú erum við bara að vera helviti góðir. Hopp, nú ferðu þú bara fættur. Til líka. Svona. Nú er ég búinn að snúa saman á þessu. Og skulum bara reyna að fara að ná lömbunum. Það er líka, þegar maður er búinn að snúa vonarlega, þá eru þau samt, er legpálsinn eða hvað það er, þá er hann býsna lokaður samt, eða strekktur, sko, maður þarf að fara rólega í þetta. Ég er nánast að vera að koma hundin inn. Lömbin eru núna, þau eru ekki á hvolfi, ekki alveg, þau eru svona á hlið. Maður nærir kannski ekki alltaf að snúa alveg, sko. Nú er ég komin inn. Það er helviti gott. Ég var að vona að fá gimbura hérna. Sýnist að vera gimbura. Og hérna legg ég hérna bara hér niður. Ég er ekki með bakkamma. Bara að nota góðan hníf, þykkan. Þetta er bara sem Jón bróðir græjaði handa okkur. Svona rafmagnsvír, einhver þykkur. Það er alveg best. Sérstaklega ef maður kemst ekki alveg að lömbunum, getur maður ýtt vírnum lengra, sko, en hundin nær. Það er eins og það er að snúast núna aftur lömbin. Ég er að vera búinn að snúa lömbunum alveg í hring. Svona leggstu, já. Alveg hlið. Miklu betra. Hérna, já. Svona. Þetta er alveg að koma. Það er gimbur. Það er gimbur, það er byrjing. Þetta fótum við hinn og hann. Þetta er aðeins þrönga en þó, sko. Aðeins hrættu við að ég eftir að rifna aðeins við að ná lambinu bara. Þessu snáðið það gimbur.
sést náttúrulega ekkert hvað ég er að gera á vídeónu núna. Það gerir ekki til, ég hef nú séð oft hann fætt. Já, komdu hérna. Þetta er stað. Það er aðra löppina. Já, hún kemur hérna. Þarna. Helviti gott. Helviti gott. Núna. Og. Æslegt. Þetta er líkingur. Og mót. Það er vonandi að fólk læra þessu. Takk fyrir mig.